Þá er það þriðji hlutinn úr þriðja kaflanum úr orkunni. Straumrás er í raun og veru rás sem að rafmagn fer Hún þarf alltaf að vera í hring til þess hún virki. Þess vegna eru allar einstungur með tveimur pinnum. Þegar rafmagni kemur inn annan þeirra, fer eftir vír tæki sem er að nota rafmagnið og svo liggur það út annan vír sem er við hliðin á hinum í snúrunni og út hinn pinnan á einstungunni. Það eru til tvær tegundir af straumrásum. Í fyrsta lagi raðtengd, þar sem að rafeindirnar hafa aðeins eina leið til þess að fara, og hins vegar hliðtengd, þar sem rafeindirnar hafa fleiri en eina leið. Við skulum skoða aðeins hvernig þetta virkar. Hér sjáum við raðtengda straumrás. Hér eru aflskjafar, batteri og tvær perur, og ef ég fjarlægi aðra peruna þá sloknar á henni. Og af hverju er það? Jú, það er af því ég er að rjúfa straumrásin. Rafeindirnar get ekki farið í hring. Hvað gerist ef við skoðum þessa straumrás hér? Skulum hafa perur hérna líka. Hvað gerist ef ég fjarlægi eina peru? Jú, það eru bara perurnar sem eru á sama legg og peran sem ég fjarlægi sem að slokna. Og þið kannist kannski við jólaseríur þar sem ef það bilar ein pera þá sloknar á öllum, eða ef maður fjarlægir eina peru. Þær eru raðtengdar. Þær seríur þar sem þetta gerist ekki, þær eru hliðtengdar. Öryggi, þetta er stundum kallað vör líka, eru öryggistæki til þess að rjúfa rafstraum ef álag verður á mikið. Það er í raun og veru mun betra að hafa einhvern einn stað sem að klippir á straumin ef álagið verður á mikið, því að ef það væri ekki þannig þá myndi álagið í raun og veru bara aukast og aukast þangað til kerfið klikkar þar sem veikasti bletturinn er í kerfinu. Og við vitum í raun og veru ekkert fyrirfram hvar það er. Og ef það gerist, þá getur verið ansi erfitt að finna bilunina. Því að hvort sem við erum með rafkerfi í bíl eða í húsi eða einhverju öðru bara rafmagnsstæki, að þá eru vírarnir allir einhvers staðar inni. Það er stór mál að rífa þetta allt í sundur. Það eru til tvær tegundir af öryggjum eða vörum. Bræðivör eru með málmþráði sem að brennur. Þá er í raun og veru fer rafstraumurinn hérna í gegn og þráðurinn er í raun og veru nógu breiður til þess að hleypa því álagi sem öryggið eða varið er ætlað til þess að hleypa í gegnum sig. Þessi hérna tegund er til dæmis mjög algengi bílum. Það sem gerist er að ef það ætlar of mikið rafmagn að tróðast hérna í gegn, þá hitnar þetta og þetta bráðnar. Og eftir því sem þetta á að hleypa, þetta er mælt í amperum, eftir því sem þetta á að hleypa meira rafmagn í gegnum sig, þeim mun þykkari er brúin hérna í miðunni. Sjálfur eru bara svona kubbar sem að slá sér út þegar straumur eða álagið verður á mikið og við getum ítt bara á takka og þá fer það inn aftur. Þau eru stundum eða í dag yfirleitt notuð í húsum, en hér áður þá voru notuð bræðivör í húsum. Hérna sjáum þið gamla rafmagnstöflu. Þá þetta hérna eru öryggin eða vörin, en í dag lítur þetta svona út. Við sláum bara aftur inn ef það slæðir út. Á Íslandi er búið til rafmagn með vatnsaflsvirkjunum. Mikill meirihluti af öllu rafmagni sem framleiddur er á Íslandi er framleiddur með vatnsaflsvirkjun. Það sem skiptir máli þegar við reisum vatnsaflsvirkjun er tvennt. Það er í fyrsta lagi vatnsmagnið sem fer hérna í gegn og hins vegar fallhæðin. En það er í raun og veru mismunur á fallhæð sem ræður því og vatnsmagnið hve mikla orku er hægt að búa til, og vatnið snýr túrbínum hérna sem að framleiða rafmagn sem er hægt að flytja í burtu.
Uppistöðulónið þjónar þeim tilgangi að geyma orku, geyma vatn, því að það er mismikið rennsli í ánum, en við viljum hafa jafn mikið rennsli í gegnum virkjunina. Þannig að þegar það er of mikið rennsli í áni þá söfnum við upp vatni til þess að nota síðan þegar það er of lítið rennsli. Eins þó það er nú kannski ekki beint við Ísland þar sem að flestar stóru virkjananna hjá okkur eru að framleiða rafmagn sem er notað í álverum og álver nota jafn mikið rafmagn alveg sama hvað klukkan er. En út í heimi þar er mikil pæling að geyma rafmagnir eða geyma orku, því það er mjög misjafnt eftir því hvað klukkan er, hvað fólkið notar mikið rafmagn. Og þá eru vatnsaflsvirkjanir mjög góðar því að þá er hægt að hleypa miklu vatni í gegn yfir hádaginn þegar mest rafmagn er notað, en skrúa svo bara fyrir sérstaklega yfir hánóttina þar sem er verið að nota lítið rafmagn og safna þá vatni yfir nóttina. En þetta eru miklar pælingar á bak við þetta. Á Íslandi er fullt af vatnsaflsvirkjunum. Hér sjáum við upplýsingar af heimasíðu Landsvirkjunar. Landsvirkjun rekur allar þessar stöðvar nema Mjólkárvirkjun. Mjólkárvirkjun er hér. Pínulítil virkjun í eigu Orkubús Vestfjarða. Blönduvirkjun er hér, en Lónin er þetta hér. Þessar þrjár virkjanir hér eru litlar, þær eru allar í Soginu. Þær eru hér. Þessar hérna tvær og allar þessar hér eru allar á Þjórsár- og Tungnarsvæðinu. Og þessi hérna talir meira sé of lág því að Búðarhálsvirkjun er nýlega komin inn, hún er svona verða full starfhæf. Þannig að þegar hún verður að fullu starfhæf þá hafa þessi tal eftir að hækka. En þetta er lang stærsta virkjanasvæði landsins. Því að þetta er allt sömu tvær árnar. Tungná er á sem að rennur í Þjórsá og hér er verið að margnýta vatni í þessum virkjunum hér. Stærsta virkjun landsins er hins vegar á Kárahnjúkum. Hér er stíflan, þetta er lónið hérna, en virkjunin sjálf er hér. Við skulum skoða Kárahnjúkavirkjun aðeins betur. Rafmagnið í Kárahnjúkavirkjun fer allt niður á Reyðarfjörð. Reyðarfjörður er hér. Þar er álver sem tekur allt rafmagnið, en þessi virkjun gæti annað borg með það bil 1 milljón íbúa. Þannig að þið sjáu hvað, og það er 3/4 af öllu rafmagni sem framleitt er á Íslandi sem fer í álver. Hérna sjáu þið lónið og hér eru stíflunar. Þetta er megin stíflan, hún er 200 metra há. Vatnið er leitt í jarðgöngum og svo eru jarðgöng hérna líka. Og þið sjáuð hérna afstöðumynd af Álftanesi. Þetta er Álftanes við hliðina á lóninu. Og fjarlægin hérna, þið sjáuð við erum komin langt út fyrir höfuðborgarsvæðið meira að segja. Hérna sjáuð þið hjólin sem að vatnið snýr. Þessi hjól eru 6 inn í virkjuninni. Virkjunin sjálf, eða stöðvarhúsið, er rúman kílómetri inn í fjallinu, hérna niður frá. Fallgöngin hérna eru 400 metra há. Hérna sjáu þið fallgöngin við hliðin á til dæmis Empire State. Þau eru hærri heldur en byggingin sjálf. Aðeins lægri maður tekur loftnetin með. Þetta eru 400 metra há fallgöng. Svo fer vatnið í gegnum þessi hjól hérna. Og ofan á þessu koma rafalarnir sem framleiða rafmagn. Hérna sjáu þið einn slíkan. Og svo fer vatnið hérna út. Það er í raun og veru 2 stórar jökular sem er verið að virkja hérna. Hér er Lagarfljótið, eða Jökulsá í Fljótsdal eins og hún heitir hérna upp frá. Hún heitir Lagarfljót þegar við komum neðar. Og síðan Jökulsá á Dal sem heitir svo Jökulsá á Brú þegar hún kemur neðar. Það er búið að taka þessar 2 ár og sameina þær í eina og ná
orkunni út úr fallhæðinni sem myndast. Við framleiðum líka rafmagn með jarðvarmavirkjunum. Þá er tekin upp heit gufa og það er raun og veru rúmmálsaukningin þegar vatnið síður og breytist í gufu sem er notað til þess að snúa hverlum sem að framleiða rafmagn. Og yfirleitt er vatnið líka notað til þess að hita upp hús, en eitthvað af því er dælt aftur niður. Þetta er sérstaklega gert hérna upp í Hellisheiðarvirkjun. Hér eru Nesavellir, þetta er Kröfluvirkjun, hérna er Reykjanesvirkjunin og virkjunin er Bláa lónið, en svo er Hellisheiðarvirkjun líka. En þá er þessum hluta lokið.